Þetta innri íþróttarinnar og í þessum þætti ætlum við að ræða rafrænt einelti og venjulegt einelti. Svo, látum þáttinn byrja. The voices in my head that used to make me wanna break down had me hella way down, had me in the corner, had me beat, but I'm okay now. It's true to what they say, if there's a will, then there's a way out. Took all of my dreams, I took them back cause I'm awake now, yeah. And I wouldn't trade it for nothing, no I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing, so this is my mood forever. Ain't like Hvað rafrænt einelti? Rafrænt einelti það þegar einhver leggur þig í einelti á netinu. Þeir leita að fórnarlömbum á netinu, bara einhverjir ókunnir eða einhverjir sem með honum í skóla. Það líka hægt að leggja fólk í einelti í gegnum tölvuleiki, ef þau að spila á netinu við einhverju ókunnan. Þá byrjar hann að leggja þig í einelti með því að segja eitthvað ljótt og gera grín af þér fyrir að vera ekki góður í leiknum. Flestir sem koma út úr rafrænu einelti eða venjulegu einelti fremja sjálfsmorð, fara í lyfjaskápinn hjá foreldrum sínum, skera á púlsæðina, hengja sig eða hoppa af byggingu eða hoppa af svölum, sumir ekki. Og þeir sem ekki fremja sjálfsmorð leita frekar til hjálpar eins og til dæmis til sálfræðings eða fullorðna manneskju sem hann getur treyst á. Rafrænt einelti, líkt og hefðbundið einelti, getur haft mikil áhrif á þann sem fyrir því verður. Rafrænt einelti ekki aðeins vandamál einstaklings, þolanda eða geranda, heldur það samfélagslegt vandamál vegna þeirra afleiðinga sem það hefur í för með sér. SAFT-samtök ábyrga netnotkun barna og unglinga á Íslandi skilgreinir rafrænt einelti þegar internetið og eða GSM-símar eru notaðir til að koma niðrandi og oft á tíðum meiðandi upplýsingum einstaklinga á framfæri. Hvað einelti, hvort það sé í venjulegum degi manns eða á netinu? Einelti ekki nýtt vandamál, heldur hefur það verið þekkt í mörg ár og áratugi. Jafnvel í hinni siðgildu skáldsögu Charles Dickens Oliver Twist frá árinu 1839 fjallað einelti, tilfinningalegt einelti, líkamlegt, munnlegt og hópeinelti. Með aukinni tækniþróun, internetinu og GSM-símum hefur sprottið upp ný gerð af einelti, rafrænt einelti. Þar sem gerendur nota tæknina til þess að níðast á, niðurlægja og særa annan einstakling. Rannsóknir sýna að rafrænt einelti vaxandi vandamál hér á landi sem og annars staðar í heiminum. Það aðgreinir rafrænt einelti frá hefðbundnu einelti meðal annars að hefðbundið einelti oftast bundið við skólalóðina, á heimferð frá skóla. Hinn rafrænt einelti gengur lengra. Í skjóli tækni, fjarlægðar og nafnleyndar ná gerendur til þolanda alla sólarhringinn. Í skólanum jafnt sem inni á heimili þolandans. Rafrænt einelti, líkt og hefðbundið einelti, getur haft mikil áhrif á þann sem fyrir því verður. Rafrænt einelti ekki aðeins vandamál einstaklings, þolanda eða geranda, heldur það samfélagslegt vandamál vegna þeirra afleiðinga sem það hefur í för með sér. SAFT-samtök ábyrga netnotkun barna og unglinga á Íslandi skilgreinir rafrænt einelti þegar internetið og eða GSM-símar eru notaðir til að koma niðrandi og oft á tíðum meiðandi upplýsingum einstaklinga á framfæri. Hverjar eru ástæður og afleiðingar rafræns eineltis?
Rafrænt einelti tiltölulega nýtt fyrirbæri sem hefur orðið til í kjölfar nýrra tækni sem hefur aukist og þróast hratt síðastliðin ár. Börn hafa í auknum mæli greiðan aðgang af rafrænum búnaði á borði við snjallsíma, fartölvur og spjaldtölvur svo fátt eitt sé nefnt. Á flestum heimilum eitthvað af þessum rafbúnaði sem börn og unglingar hafa yfirleitt greiðan aðgang að og eiga iðulega sjálf slíkt tæki. Ungmenni verða gjarnan miklum tíma í heimi tækninnar. Þar eru í boði alls kyns samfélagssíður, bloggsíður og fleira sem þau geta nýtt sér án endurgjalds. Samskipti í gegnum netið hafa því farið vaxandi og orðið stór þáttur af lífi yngri kynslóða. Rannsóknir benda til þess að 2/3 hluta ungmenna á aldrinum 12 til 17 ára fara á netið á degi hverju til þess að gera heimavinnu sína og hafa samband við vini í gegnum snjallsíma eða samfélagssíður eða vegna annarra athafnar. Talið að rafrænt einelti eigi sér eingöngu stað þegar ungmenni áreita önnur ungmenni en þegar fullorðnir eru gerendur vilja sumir kalla það netáreiti eða netumsáttur. Það þó ekki allir á eitt sáttir með það og flokka einnig netáreiti cyber harassment undir rafrænt einelti þótt fullorðnir eigi í hlut og þegar verið að setja fólk á netinu cyberstalking. Dæmi slíkt þegar fullorðnir setja ungmenni eða áreita þau á netinu. Til að eindregið að slíkt hegðun eigi að falla undir rafrænt einelti. Ég sammála þeim því mér finnst að allir ofangreindir flokkar eigi aðskilgreinast sem rafrænt einelti, sama hvað gamalt gerandinn Ég sé ekki að það ætti að vera til önnur skilgreining fyrir sömu hegðun þegar gerandinn eldri. Gerendur rafrænt eineltis geta auðveldlega sent særandi smáskilaboð til fjölmargra á örskömmum tíma. Það hver hratt skilaboðin geta breiðst út getur haft hrikalegar afleiðingar. Það sem einnig hvað alvarlegast og hættulegast við rafrænt einelti að gerandinn þarf ekki að koma fram undir eigin nafni og ekki endilega sýnilegur. Því oftast talað að rafrænt einelti sé dulið. Dulið rafrænt einelti ekki áþreifanlegt eins og líkamlegt einelti. En þessi tegund eineltis sögð vera ein alvarlegasta tegund eineltis. Þolandi ber þess ekki merki að einelti eigi sér stað. Hins vegar þegar einkennin skoðuð nánar, til dæmis þegar börn hætta að nota tölvuna, minnka notkun sína á snjallsímum og einangra sig jafnvel frá vinum og áhugamálum, þá sést greinilega að einstaklingur þolandi rafrænt eineltis. Þar sem rafrænt einelti skilur ekki eftir sig áþreifanlegar afleiðingar þurfa gerendur síður að taka afleiðingunum gjörða sinnar þar sem erfitt getur reynst að koma auga á afleiðingarnar. Gerendur óttast þess vegna ekki afleiðingar gjörða sinna. Rannsóknir hafa sýnt fram
á að þeir sem beita öðrum tegundum af einelti, til dæmis almennt einelti, óttist frekar afleiðingarnar af því sem þeir hafa gert en þeir sem beita hafa rafrænu einelti. Hverjar eru afleiðingar eineltis? Einelti er ekki liðið í íþrótta eða æskulýðshreyfingum. Það eiga allir rétt á því að sér líði vel. Oft er talað um einelti og hvernig það getur lýst sér. Frekari upplýsingar það er hægt að finna á fræðslusíðu samskiptaráðgjafa. Það er mikilvægt að allir séu meðvitaðir um þær afleiðingar sem einelti getur haft í för með sér. Það eru ekki bara þær afleiðingar sem koma fram þegar einelti á sér stað, heldur getur það haft langtíma áhrif bæði fyrir þá sem verða fyrir einelti og fyrir þá sem beita því. Slæm hegðun og einelti á netinu. Þó svo meirihluti eineltismála eiga sér enn stað auðlit til auðlit, þá hefur neteinelti farið vaxandi með tilkomu samfélagsmiðla og annarra samskiptatækni. Einelti á netinu getur tekið á sig ýmsar myndir og verið allt frá því að útiloka einhvern, dreifa orðrómi eða óviðeigandi myndum yfir í beinlínis hóta einhverjum. Mikilvægt er að átta sig á að mörg börn og unglingar nota allt annað samskiptamáta á netinu en þau myndu gera auglits til auglits í daglegu lífi. Talsmátinn er oft annar en grófari. Sama má vissulega segja marga fullorðna. Þrátt fyrir neteinelti sé viðtekið hugtak, þá ungt fólk oft ósammála hvað það felur í sér og jafnvel sérfræðingar líka. Oft þó rauði þráðurinn svipaður og í annarri eineltis umræðu. Valda ójafnvægi í samskiptum eða að áreitið endurtekið eða sífellt. Aðrir notast við þá skýringu að tæknin sé notuð til að særa eða koma höggi á annan aðila. Til dæmis í samskiptum barna og unglinga og telja að þá þurfi ekki að vera endurtekningu að ræða. Í alvarlegri tilfellum þarf ekki að vera endurtekningu að ræða ef að birt til dæmis niðurlægjandi myndefni, viðhafðar eru alvarlegar hótanir og svo framvegis. Aðrir telja að ekki þurfi heldur að vera til staðar valda ójafnvægi eins og í hefðbundnu einelti. Þar sem stafræn tækni veitir valdið og dreifing hennar felur í sér ójafnvægi. Valdið getur því færst hratt á milli einstaklinga. Ólíkar skilgreiningar. Vandinn við ólíkar skilgreiningar á neteinelti meðal barna og ungt fólks sá að þau geta ekki komið sér saman hvar línan liggur, það getur þeim reynst erfitt að sjá til þess að þau fari ekki sjálf yfir þá fínu línu með atferli sínu og gjörðum. Eins segir þau ekki frá ef þau átta sig ekki á tiltekni hegðun felur í sér einelti og skilgreina hana sem svo að viðkomandi sé bara að reyna að vera andstyggilegur. Þá er hætta á að þau sætti sig við óásættanlega hegðun af því að þau skilja ekki að hún í raun óásættanleg. Við þurfum að hjálpa börnum og unglingum að skilgreina
málfrelsi og hvar línan liggur á milli þess að vera dónalegur eða ofbeldisfullur. Þetta þarf að gerast með samtali og samráði og einnig mikilvægt að vera góð fyrirmynd. Þau þurfa að skilja hvernig nota má tæknina til góðs, til dæmis til að hjálpa þeim sem beitir eru órétti eða ofbeldi og hvernig má nota þess á öruggari hátt og eiga félagsleg samskipti. Þeir sem eldri eru þurfa síðar að heyra þeirra sjónarmið til að geta móta markvissa stefnu. Ég ákvað að taka þetta verkefni af því ég hef verið lagður einelti. Ég var lagður einelti í grunnskóla frá 1. bekk til 10. bekk eða bara síðasta bekk í grunnskóla sem sagt 10 ár og mér langaði bara að gera þetta verkefni að ég veit hvernig þolendur í eineltismálum líður og sjálfur hef ég reynt að drepa sjálfan mig. Ég hef oft hótað að hoppa á svölunum og oft hótað að stinga mig í hjartað. Mín grunnskóla æska var þannig að ég vildi ekki fara í skólann. Ég var alltaf með bara múrstein í maganum, grét hverju kvöldi og sagði mömmu að ég vildi ekki fara í skólann af því að mér leið illa í maganum. Þannig að já, ég veit hvernig fólk sem hefur lagt í einelti líður og ég veit hvernig það að vera lagður í einelti. Það ekki gaman og það getur skemmt fyrir bara traust á fólk og eins og ég á erfitt með að treysta fólki af því að ég lenti í þennan aðstæður að mannski sagði að væri vinur minn og svo nota hann allt gegn mér sem sagt ekki vinuðinn og hlutirnir voru þannig já. Einelti ekki lausn og einelti ekki heldur skemmtilegt og fyrir það sem þarna úti að leggja fólk í einelti, ég langar bara að segja eitt: þið eru ekkert betri að leggja annað fólk í einelti. Ég veit að þið eigi voða bágt og að ég veit að þið eigi örugglega rosa erfitt fjölskyldulíf og hjá ykkur þessi leið að þið leggja fólk í einelti að þið ykkur líður illa og ég get ekki séð ástæðan fyrir að þú ert að leggja fólk í einelti en ekki nota þetta gegn einhver minniháttar manneskju og þú ert ekkert betri en allir aðrir. Ég veit að þú átt rosa bágt, já, en eins og ég sagði ekki nota þetta gegn okkur. Leita frekar til hjálpar, bara tala við sálfræðing eða tala við vin þinn eða bara tala við mömmu þína eða pabba, veist. Ekki láta eitthvað annað fólk líða fyrir því sem þú ert að ganga í gegnum. Það er aldrei svarið og satt best að segja, það er aldrei svarið. Leggja einelti rangt, sama hvort það sé venjulegt einelti eða rafrænt einelti. Fyrir það sem að leggja fólk í rafrænt einelti, þið eru ekkert betri en allir aðrir. Vinsætlega hætti að senda fólki hótanir, ljót, skilaboð, dreifa einhverjum myndum sem þið eigi ekki að dreifa og ekki finna fórnina på netinu bara að þið ykkur líður að þið haldið að þið séu eitthvað betur en við og þið séu eitthvað hásettar en við og þið komið úr einhverju betri fjölskyldu en við. Neteinelti og venjulegt einelti ekki svarið. Mín niðurstaða það að neteinelti, það sem þið að gera,
þetta getur farið úr böndunum, bara svo þið viti. Fólki fremur sjálfsmorð út af eineltinu hjá ykkur og hvað sitið þið uppi með það að fyrir eitthvað sem þið sendu manneskjunni helvitis hóraðin eða eitthvað til dæmis, dreftu þið ógeðslega hóra eða eitthvað þannig. Þannig að sú manneskja sem fær þessi skilaboð, hún alveg víst að fremja sjálfsmorð og þá það, hvort þau vilja frekar hætta að leggja fólk einelti eða sitja uppi með þetta þar sem eftir á lífi ykkar, bara þið sendu þetta eitt skilaboð til manneskjunnar. Þannig að mín skoðun kannski að hugsa áður þið sendið eitthvað og hugsa áður en þið leggið fólki einelti og kannski hugsa áður þið framkvæmið eitthvað, því að ég held að það sé alltaf best. Þetta bara mín skoðun, þannig að já, takk fyrir að hlusta og vonandi að þetta verið fræðileg þáttur fyrir ykkur og ég sé ykkur næst. Bye bye. Ég líka gleymd að segja að ég sjálfur að taka á eineltinu. Kennarinn gerði ekki neitt og ég var búinn að fá nóg eftir þessi 10 ár og ég ákvað bara að ráðast að manneskjuna, en þá ákvaði kennarinn þá að koma og stoppa mig og sagði sem hún taka á þessu. Ég sá engan tilgang fyrir því þá og ég sé engan tilgang fyrir því núna. Þannig að já, eins og ég sagði áðan, takk fyrir að hlusta og vonandi fannst ykkur þetta að vera fræðileg. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Ég sé ykkur næst og endilega hafið samband við mig ef þið viljið. Ég er með Instagram síðu og hún heitir Innri hugar íþróttarinnar. Endilega follow mig þar og já, sé ykkur næst. Takk fyrir að hlusta. Bye bye. I had thoughts of superstardom, singing in the mirror, I was flossing. Swear that I saw this, remember when I couldn't stand it, now I got the posture. Finally through a paradise, call me Frankie's Goblin. All just to see your hands jumping at the concert, yeah. And I wouldn't trade it for nothing, no I wouldn't change it ever. It's too long to live it for nothing, so this is my mood forever. Ain't like I keep around me is my fam. No coincidence, it's always been the plan.